ég var að tala áðan að við myndum kannski setja þetta upp í fall eða þannig að fallið sem við myndum vilja gera að það væri að við myndum búa til eitthvað void fall væntanlega, fall sem fær inn eitthvað integer fylki, ég sé ekki kalla hvað sem til dæmis fylki, og og við myndum vantilega að senda inn stærð fylkisins. Já, ég gleymi að segja void, það þarf að heita eitthvað, raða til dæmis, og það fær inn eitthvað fylki og það fær inn stærð fylkisins. Svona neginn. Þetta væri það sem við myndum vilja gera. Ég var svolítið að spá í að kannski að bara núna að vista þetta sem sem forrit, þannig að þið komist á netinu eða viljið og hafa þetta svona sem verkefni fyrir ykkur aðeins að spá í. Hvernig myndur þetta ekki mikið mál, eða ekki mikið máli ef maður klár á því hvernig maður gerir það, en ef maður ekki klár á því þá kannski þvælist eitthvað fyrir. Bara segja hvernig myndum við þá búa til, nú höfum við algjörlega lausnar aðferðina og við viljum þá bara búa til eitthvað fall sem heitir raða og það tekur inn eitthvað integer fylki og stærð fylkisins. Og þegar við erum búin að kalla á þetta fall, að þá á fallið að vera raða. Það að segja fremsta staki minnsta staki og svo framvegis. Og ég ætla aðeins að láta ykkur bara, ég get kannski bara tekið það í næsta tíma, að breyta þessu í fall, en kannski myndum við læra meira á því að breyta þessu sjálf. Kannski einhver búin að hugsanlega, ég veit ekki. Hvernig líst ykkur það? Bara ágætt. Engin mótmæli. Svo næsta mál. Mér langaði svolítið að því ég pínlítið óöruggur þegar ég að vinna svona forrit á töflunni, hvað ykkur finnst það? Nú vil ég spyrja ykkur og biðja ykkur að vera heiðarlega í svörum. Hverjir töldu sig hafa gagnað þessu, að það hefði verið gott að fara yfir þetta svona? Og en svo allan ég sá að það voru held ég meirinn helmingur sem ertu pend sem ég nú þokka lánaði með. Það voru einhver sem ekki pend og þá var ég svo aldrei að velta fyrir mér að það gæti verið að annarkvort held ég að sé út af því að menn skilja ekki hvað ég að gera, þetta sé ekki nú vel framsett eða eitthvað þvíumlíkt. Gæti verið einskýringin og bara þess vegna hafa menn ekki gagnað þessu. Hin skýringin gæti verið svo að teldu bara að þau væru búin að gera svona þessi verkefni og teldu sig vera klára því hvernig við myndum gera þetta. Hvað segið, einhver kommentu það? Þetta hverjir töldu sig ekki ná því sem ég var að segja? Nú fylgir það, kannski þú enginn að réttu pend fyrir framan alla hinna og segja þið sem fannst lítið gagnaði, vil ég koma með komment og segja af hverju var lítið gagnaði? Þetta rosalega snúið og fannst þér að þetta væri ekki í rauninni að þú væri ekki að skilja hvað ég var að gera eða hvað? Það er ekki að ná að tengja saman. Og þetta spá í þá að, til dæmis, þetta ekki að tengja saman, í fyrsta lagi, þú nær að tengja þessu alveg hvernig aðferðin þannig að við erum eiginlega ekki að tengja saman það sem ég að gera á töflunni við það sem ég að sýna á glærunum í rauninni. Þetta var alveg vikuverkefni fyrir mér. Já, ok. Þannig að kannski þarf ég að nýtja aðeins betur á þessu. Já, akkurat. Ég ætla samt að rétt aðeins að bara rifja upp það sem reyna að ná að tengja saman svona hvað ég gera á hverju stað. Í fyrsta lagi þá ég hér bara að búa til fylki með einhverjum 10 tölum og það við getum búið til fylki á þennan hátt. Þetta svona fylki sem með 10 tölum og ég get búið til fylki með því að segja tagið á fylkinu og nafnið og svo bara telja upp stökin í fylkinu. Þannig hér við bara komið með eitthvað test case. Síðan bjó ég til þessar tvær breytur sem ég kalla númer minnst og það á að tákna bara númer minnsta stakksins í fylkinu. Og ég byrja á að setja, sem þetta hér, og ég byrja á því að setja númers 5 saman sem 0, að því að hugmyndafræðin rauninni svo að ég gerir ráð fyrir því að fyrsta stakki í fylkinu,
fyrsta stakið í fylkinu er alltaf stak númer 0. Þannig ég geri bara ráð fyrir því til að byrja með að fremsta stakið sé minnsta stakið og síðan bara ætla ég að labba í gegnum allt fylkið og tekka á sér hverju staki hvort að það sé minna en ég er unni minnsta stakið þá til að byrja með minna en fremsta stakið. Og það það sem að ég að gera í þetta finna minnsta. Þegar ég kalla þetta finna minnsta þá sendi ég inn sjálft fylkið og hvað fylkið stórt, hvað mörg stöðg í fylkinu. En sem yfirleitt alltaf þegar ég að senda inn fylkið þá þarf ég að senda inn stærðin á fylkinu eða ég reyndar þarna í svoppfallinu þá setti ég ekki inn stærðina því ég setti inn bæði hvaða stöðg ég ætlaði að svoppa og þá gerði ég ráð fyrir því að það væri innan fylkisins. Sendi inn fylkið, fjöldi staka og í rauninni hvar ég ætla að byrja að leita. Þannig að til að byrja með að þá jáft á 0 að því fyrst ætla ég að leita frá fremsta staki og eftir öllu að minnsta stakinu. Og ef við skoðum aðeins þetta finna minnsta að þá hugsunin bara svo, hún kemur hér, að ég fer í gegnum sérhvert stak í fylkinu og byrja á því að segja að minnsta stakið sé fremsta stakið. Ég set hérna inn, hér þegar ég segi mín, sá sem fylki af fremst, þá hérna fremst var 0 til að byrja með, þannig að ég bara set inn í mín það sem inn í fremsta stakinu. Þannig að í þessu hérna, þessari skipun, þá ég að taka fremsta stakið sem 18 og setja það inn í mín töluna, það minnsta stakið. Og svo segi ég númer fremsta stakið, það þá líka bara segja 0. Þetta fremst, ég sendi hérna töluna 0 inn í fremst. Þannig að hér ég bara búin að segja minnsta stakið í fylkinu 18 og númer minnsta staksins stak númer 0. Og svo hér þá förum við í gegnum allt fylkið. Ég byrja á því að segja jáft og númer fremsta stakisins sem þá plus 1 sem þá fremst fyrst 0 þannig að það verður þá 1 hér og svo tekka ég bara fylki þá stak númer 1 minn en minnsta stak þannig að hér ég þá hvað þá að gera hér í fyrsta sinni sem ég fyrir gegnum þessa lykkju að þá ég að tekka 17 minn en 18 og ef að 17 minn en 18 sem það að þá set ég núna inn að minnsta gildið þá 17 eða það sem í stakinu og númer minnsta staksins stak númer 1 þá. Svona förum við gegnum allt fylkið þannig að næst myndi ég tekka að þá 110 minn en 17 sem það ekki, svo vantarlega kemur hérna 8 minn en 17 og þá 8 minn en 17 og þá svoppa ég aftur og set það inn í minnsta staki og segi númer minnsta staki þá 3. Svo höldum við hérna áfram. Það skiptist ekkert hér skiptist vantarlega, sett númer, eða 7 minnsta stakið. En það allavega hugsunin að þetta fall að það bara finnur, það fer í gegnum allt fylkið og finnur minnsta stakið. Og hérna, þannig að hérna ég komið með númer minnsta staksins og svo bara svoppa ég næst að þá sendi ég inn fylkin og ég svoppa á minnsta stakinu og fremsta stakinu. Ég þá í rauninni inn í þessari lykkju, það bara, ég byrja á því að setja jáft og 0 því ég ætla að byrja á að leita fremst í fylkinu eða raða. Segi númer óraða hlutin, byrjar fremst í fylkinu til að byrja með, svo óraða hlutin stak númer 1 og svo framvegis. Ég kannski líki, ef þið náðu þess ekki, ég vona bara að þið myndi líka svolítið yfir þessu, það sé þá gott. Það hægt að endur taka átt að spá í hvað að skýða. Kannski teikna upp fyrir sér ef maður virkilega að ná þessu. Akkur svoppa ég bara upp í 9. stak. Ef við hugsaum hérna hvernig við endum, ef við skoðum hér, þegar ég búin að raða öll hérna 9 fyrstu stökunum og ég alltaf búin að tekka á ég búin að setja minnsta stakið alltaf minnsta staki í óraða hlutanum. Já, ef við hugsaum hérna áður en ég kem í aftasta stakið, þá tekka ég á hvað minnsta staki af næst aftasta stakinu og aftasta stakinu. Og ég set minna stakið fremst og hitt stakið aftast. Þannig að þegar ég kem aftast, þá ég í rauninni búin að setja stærsta stakið aftast. Þess vegna fer ég bara upp í næst hæsta stakið, eða næst hæsta stakið. Fleiri spurningar?
annað sem ég þarf að koma inn á, því miður að þá kemst ég ekki á föstudaginn kemur í fyrirlesturinn sem á að vera þá klukkan 2 og ég hafði hugsað mér að reyna að redda því þannig að ég myndi hafa 3 tíma á mánudeginum af því að við vorum með 2 hópa. Er það ekki rétt hjá mér að fólk skapar það vandamál fyrir einhvern ef ég hef tek út, það væri annars vegar hægt að taka út að því ég kemst ekki á föstudaginn, þá get ég haft 3 tíma á mánudeginum eða haft 2 tíma á mánudeginum og 2 tíma svo föstudaginn þar á eftir. En er ekki bara best að vera búin að skapa það vandamál fyrir einhvern ef ég myndi byrja í staðan fyrir að byrja 20 mínútur yfir 10 þá myndi ég byrja hvenær byrjar 20 mínútur yfir 9 er það ekki sem að tíma númer 2 byrjar. Skapar það vandamál fyrir einhvern ef ég myndi hafa þannig á mánudaginn kemur? Ég held að þessi verið að hafa 10 til 1. Ástæðan fyrir ég vildi færa fram fyrir var það að ég var að kenna stofan er væntanlega laus að ég var með 2 hópa í þessari stofu. Þið látum vita ef það skapar vandamál fyrir ykkur. Annars, ef það skapar ekki vandamál þá hafði ég hugsað mér að gera það þannig. Ok. Hvað segirðu? Á föstudaginn verður þá ekki tími, ekki fyrirlestur, en í staðan verður fyrirlestur á mánudaginn eftir viku klukkan 9:20. Þannig að föstudags fyrirlesturinn færist þá yfir á mánudag. Svo seti ég tilkynningu þetta á vefinn líka, af því það er ekkert allir staðan. Ok. Heyrðu, þá ætla ég að segja, láta umfjöllum minn Fylki lokið, að öðru leyti en því að ég tek kannski þetta forrit sem ég bjó til núna og smellis inn í eitt fall, að búa til eitthvað fall sem heitir sort. En ég ætla ekki að gera það núna. Það verður það á mánudaginn kemur. En síðan var ég búinn að setja inn, nú er ég þá að fara yfir í kafla númer 8, væntanlega. Og ég var búinn að setja inn einhver dæmi þar. Annað efni. Dæmi fyrirlestrar 15. október. Og ég byrja eitthvað sem heitir Karate Fylki 1. Og við erum búin að vinna aðeins með Karate Fylki. Ég ætla að leyfa mér að búa til nýtt fæl. Þetta er nú eitthvað sem við höfum gert áður. Þessi klassíska leið til að búa til Karate Fylki er einhvern veginn svona. Við búum til eitthvað fylki sem heitir einhver nafni og segjum tagi eða karakter og segjum svo lengd fylkisins. Og það sem ég er að segja núna í sambandi við þetta bænari 0 og svo framvegis, það er sérstakt fyrir karakterfylki. Það á ekki við önnur fylki. En ok, ég bý til eitthvað karakterfylki sem eru 10 stafir og svo get ég til dæmis sagt við getum ekki sagt eitthvað svona nafn, tekur gildið Jón eða eitthvað svona. Sem sagt, af því alveg á sama hátt og við gátum ekki sagt nafn á einhverju fylki þegar við vorum með tölur, tekur gildið eitthvað, við vorum að búa til lykkju eða ekki að lesa, til þess að lesa inn í sérhvert stak í fylkinu, þá getum við heldur ekki gert það með karatefylki. Með öðrum orðum, þessi gildistöku virki eða þessar samasem, það virkar ekki með fylkjum og heldur ekki karatefylkjum. Þannig að þess vegna getum við ekki gert þetta hér. En aftur á móti að þá eru til dæmis til
þá eru til föll sem eru skilgreind í þessum C-string library til þess að vinna með karakterfylki. Eitt af þessum föllum þetta fall strcpy sem stendur væntanlega fyrir string copy og sem þannig að við setjum sem sagt seinni færibreytan karakterfylki sem við ætlum að afrita yfir í fyrri færibreytuna í rauninni. Þannig að hér erum við að taka sem sagt textan Jón og setja yfir í karakterfylki sem heitir nafn. Koma Jón 10 sinnum? Nei, það myndi bara koma einu sinni Jón. Sem sagt, jóðið fer í stak númer 0, óið fer í stak númer 1, ennið fer í stak númer 2 og svo bætt við það sem þetta fall gerir, að það bæti við einum karakter sem að stendur, sem að þetta bænari 0 kallað, sem táknað með afturbak skástrik og 0, sem sett fyrir aftan til að tákna í rauninni, hér það sem verið að nota í fylkinu búið. Þannig að enda þó að fylkið sé 10 stök á lengd, þá í rauninni bara notað fyrstu 3 stökin og svo kemur merki sem segir hér endar það sem við erum búin að nota. Og þetta, eins og ég segja, á bara við karakterfylki, ekki önnur fylki. Og síðan get ég sagt hérna cout píla píla nafn, þannig að hér erum við að skrifa út innihald fylkis með cout. Þetta gætum við ekki gert fyrir venjuleg fylki, sagt bara cout píla píla á nafni á fylkinu og það kemur öll stökin. Eins og við vorum að gera áðan, þegar við vorum að vinna við fylki, þá vorum við alltaf að búa til lykkju, fara í gegnum öll stökin og skrifa hvað er í sérhverju staki, það ekki. En það sem sér meðhöndlum fyrir þessi karakterfylki, að við getum gert þetta hér. Þannig að ef ég núna myndi þýða þetta og keyra, að þá skrifast hérna Jón, að því ég er búin að setja Jón inn í þetta karakterfylki sem heitir nafn. Nú, hér segir hérna hvað, önnur leið, sem að hérna, við tek aftur þetta hér þá núna, þessu önnur leið, sem að hér nota ég strcpy til að setja eitthvað gildi inn í fylkið. Við getum líka sett texta inn í karakterfylki leið og við búum það til. Ég sagði áðan að þetta sama sem það virkar þegar við búum til karakterfylki, en við getum ekki gert það eftir að við erum búin að búa til fylkið. Það sem við erum að gera hér, að ég er að setja inn í einhverja breytu sem heitir eftir nafn, ég að setja textan Jónsson. Og þegar ég ger það svona, þá búið til, þá þetta bænari 0 sett aftan við textan. Þannig að núna þegar ég er búin að gera þetta, þá ég búin að búa til fylki sem heitir eftir nafn, sem þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nafn, þetta eru 7 stök þetta hér og síðan bætt við þessu bænari 0 fyrir aftan. Þannig að það eru 8 stök inn í þessu fylki. Þetta eins og ég hefði sagt kar nafn 8 og svo sagt strcpy nafn, Jónsson. Ég get búið til, svona get ég búið til karakterfylki líka. Þetta svona önnur leið til að búið til karakterfylki. Nú, og hér myndi vantarlega skrifast á að nafni væri Jón og hérna hitt Jónsson, eða þetta myndi skrifa Jón og Jónsson vantarlega ef ég þýði þetta upp. Jón Jónsson. Nú, hérna eitthvað sem ég kalla þriðja leiðin til að búa til karakterfylki ég get, eins og ég gerði áðan þegar ég var að vinna með integer fylkið, að þá taldi ég upp stökin sem eru í fylkinu. Ég get líka búið til karakterfylki með því að telja upp stökin sem eru í fylkinu. Hérna eitthvað millinafn og hér ég setja inn textan Páll, en ef ég ger þetta svona, þá verði ég að setja þetta bænari 0 sjálfur. Ef ég býti fylki með því að telja upp öll stökin sem eru í fylkinu, þá verði ég að setja alla karakterina og ég ábyrgur fyrir því sjálfur að setja inn þetta bænari 0 sem ég að gera þarna. Þannig að þetta væri þá þriðja leiðin til að búa til karakterfylki, að telja upp stökin sem eru í fylkinu, nákvæmlega eins og við gátum búið til integer fylki með því að telja upp stökin. En ef við semast förum þessa leið til að búa til karakterfylki, þá þurfum við alltaf að setja inn hérna þetta merki sem segir hér endar fylkið í rauninni.
Þetta þó ein leið í viðbót til að búa til karatefylki. Ef ég myndi sleppa þessu binary 0, þá myndi ég ekki fá villu, forritið myndi þýðast alveg, það bara vantar þetta binary 0 og það myndi, þegar ég færi að nota þetta, generera einhverja villur, alveg pottþétt. En ég myndi ekki fá villur. Hvað stíði nú? Svona. Nú, svo það sem var í þessu dæmi, hérna fyrsta dæmi, það bara þetta þrennt, ég bjó til hérna einhver 3. Svo eru til, inn í þessu eins og við vorum að tala inn í þessu library sem heitir C-string, að þar eru til ýmis föll. Þar meðal annars skilgreint þetta föll strcpy, sem ég notaði hérna til að setja texta inn í karatefylkið. En þar eru líka fleiri föll. Til dæmis fallið strcat, það bætir einu karatefylki aftan við annað. En við erum samt ábyrg fyrir því að það sé pláss fyrir þetta. Það spáir ekkert í þetta fall strcat, það spáir ekkert í hvort það sé pláss inn í fylkinu. Það bara dælir þessum texta aftan við inn í minnið og gerir ráð fyrir því að það sé pláss fyrir það. Þannig að það sem við erum að gera hér er ég komið með eitthvað fullt nafn býið til sem er 30 og hvað erum við að gera hér? Hér afrita ég það sem er inn í nafninu inn í fullt nafn, svo þetta strcat, þá erum við að segja hérna, nú ætlum ég að bæta við einu bíli aftan við fullt nafn. Svo segi ég aftur hérna, ég ætla að bæta við það sem er inn í millinafninu aftan við þetta eina bíl og svo framvegis. Þannig að strcat bætir við, það tengir rauninni sama 2 karatefylki, þannig að bætir einum, getum tekið 1 karatefylki og bætt aftan við annað. Og þetta hérna, sem sagt gæsalöpp, opnast, bíl, gæsalöpp, þetta er í rauninni bara karatefylki sem er 1 bíl og svo binary 0 fyrir aftan. Þetta er strengurinn eða karatefylkið 1 bíl og það verður þá verið 2, af því það verður alltaf að enda á binary 0, þá er þetta í rauninni karatefylki sem er 1 bíl og svo binary 0 fyrir aftan. Þannig að það eru 2 stök í þessu karatefylki hér. Ef ég myndi þýða þetta og keyra, að þá, hérna skrifa ég út Jón og Jónsson og Páll, það var þetta sem ég skrifaði hér. Síðan fer ég og setja þetta allt inn í þetta fullt nafn og segi sé átt nafni og það sem er inn í fullu nafni og þá kemur sem sagt hvað nafni Jón, Bil, Páll, Bil Jónsson. Af því að við settum fyrst hérna þetta hérna inniheldur textan Jón, setjum hann inn, þetta setur þá 1 bil á millinafn, það var Páll eða ekki og þannig að hér setjum við þetta Páll og 1 bil og svo Jónsson var eftirnafni og hér við setjum Jónsson og 1 bil. Þannig að 2 föll sem við getum notað til að vinna með svona karakterfylki eða textastrengi, það er þetta strcpy og strcat. Og sjáu, ef ég hefði skilgreind þetta hérna fullt nafn sem bara 10 karakterar, þá er ekki pláss fyrir Jón, Bil, Páll, Bil Jónsson, er það? En það kemur samt út eins og, eða líklega, það fyrir eftir hvort að við séum eitthvað farin að valta út fyrir minni sem forritið hefur. En við skulum prófa hérna að keyra þetta forrit, þýða þetta, runna. Sjá, það kemur hérna, nafni Jón, Bil, Páll, Bil Jónsson. Það er búið að setja þennan texta á þennan stað í minninu, en við erum í rauninni að valta yfir eitthvað minni sem að í rauninni átt að nota undir eitthvað annað. Því ég bjó bara til fylki sem er með pláss fyrir 10 stafi, en við erum að setja inn í að miklu meir en 10 stafi. Þannig að, eins og ég segi, þegar við erum að nota þessi föll, að þá erum við ábyrg fyrir því, sem forritarar, að við séum ekki að valta yfir eitthvað minni. Já. Ef ég gerir svona, ég held að þetta myndi ekki þýðast upp. Hérna er ég bara að segja, já, myndi þetta þýðast upp? Nei, hún bara, sem sagt, ég verð, ef ég set bara, segi kar og nafn á karatefylki, þá verð ég alltaf að segja stærðin á því. En ég get, til dæmis því ég nota slaufusögana, þá get ég sleppt í að setja þetta inn, af því þá segir hún, þá er ég í raunin að segja, ég ætla bara að búa til fylki
sem pláss fyrir þessi stök. Og á sama hátt hér þegar ég bý til fylkið, þá ég ætla að búa til fylki sem pláss fyrir þessi stök hér. En ef ég setja ekkert með, þá neitar hann að þýða það upp. Og það til fall sem heitir strncpi og það þýðir bara það að þá segjum við hversu mörg stök við viljum getum afrita yfir í fylkið. Þá myndi hún ekki alveg eins og getline fallið að það bara fyllir fylkið og svo ef við sláum inn eitthvað meira þá bara gerur hún ekkert við restina. Og ef við myndum segja nota þetta strncpi að þá getum við sagt þá tilgrunum við lengdina og þá bara setur hún inn það sem passar inn í fylki en sleppir hinu. Það er mjög algengt að vera að nota þessi föll hér og þá þurfa menn að passa sig á því að sé pláss fyrir þetta. Nú ef við kíkjum á næsta dæmi. Já. Munurinn á STR þetta strcpi það bara afritar það sem í fylkinu sem heitir nafn yfir í það sem heitir fullt nafn. Þannig ef það hefði verið eitthvað inn í fylkinu sem heitir fullt nafn þá bara valtað yfir. Það bara eins og þetta virkar eins og gildistökuvirki. Það að segja við tökum bara það sem í seinni færibreytunni setjum það inn í fyrri færibreytuna. Það strcpi. strcat það þýðir ég ætla að bæta þessu við sem í seinni færibreytunni aftan við það sem í fyrri. Þannig að það valtar ekki yfir. Fleiri spurningar? Ok. Hér eitthvað karakterfylki 2. Hér ég bara að sýna það að þetta binary 0 til. Að það inn í fylkinu. Sjá, hér segi ég car nafn 10, svo segi strcpi nafn, Jón. Já, þannig að hér ég að setja Jón og í rauninni binary 0 og eftir inn í nafnið. Svo segi int i tekur gildi 0, svo segi meðan að nafn af i ekki jafnt og binary 0. Sem sagt með karakterfylki bara eins og venjulega fylki, við getum sagt númerið á stakinu í fylkinu. Þannig að ef i 0, það þá bara bókstafurinn nafn af 0 þá væntanlega bókstafurinn j, eða ekki? Og nafn 1 bókstafurinn o og nafn 2 bókstafurinn n og þá nafn 3 bókstafurinn eða táknið binary 0 sem táknað svona. Þannig að hér ég segja bara, já meðan að þetta ekki jafnt á binary 0 þá ætla ég að skrifa út það sem bókstafinn sem í þessu staki og svo hækka ég 1. Svo ég með einhverja kúnstir fyrir aftan, ég ætla að byrja á því að kommentara þær út. Svona. Hér ætti vantilega bara að skrifast út Jón. Af því hún stoppar þegar ég kem að binary 0-inu. Ef ég myndi núna segja til dæmis ef ég myndi nú bara breyta þessari lykkju þannig að ég segi bara for ég ætla að segja for bara nota þessa hefðbundnu lykkju sem við erum að nota til að fara í gegnum fylki. Ég ætla að segja for int i saman sem 1 að ég þarna með eitthvað í. Ég get náttúrulega nota það i saman sem 0. Ok, i 0, ég búin að skilgreina sem 0 þarna til að byrja með. Svo ætla ég bara að segja i minna en 10 og i plus plus. Svona. Og nú ætla ég þá að henda þessu vældóti út Ég bara komið forleikju þar sem við förum hér ég búin að setja i saman sem 0 þess vegna sleppi ég því
Þannig við erum bara, nú ég saman sem 0 þegar ég kem inn í lykkjuna og svo skrifa ég út nafn af og svo hækka ég 1. Þannig að nú ég að skrifa út þessi 10 stök eða ekki sem inn í fylkinu. Og ef við myndum nú prófa að gera þetta svona, nú getum við vel verið að sé, við vitum í rauninni ekkert hvað kemur út, kannski kemur þetta út eins og þetta sé allt í lagi, við höfum bara sjá til. Hvað kemur Jóðan LP? Þetta nú eitthvað sem ég bjóst ekki við. Ég vildi fá Jóð og N. Nei, bara því að ég búin að hérna fyrir fram. Já, það plus inn í forleikinu, þannig að taka það 2 í hverju tegund. Já, það það sem að. Takk fyrir. Alltaf gott þegar einhver redda manni. Ég hækkaði þetta 2 í hver sinn, af því ég breytti þetta úr valleikjunni yfir í forleikju. Svona á þetta að vera. Ranna núna. Og þá kemur eitthvað Jón, svo kemur eitthvað bil, þetta vantilega bænari 0, eitthvað bil P. Sem sagt, hvað ég að reyna að sína? Við erum bara að skrifa út eitthvað 10 stök og við vitum hvað í 3 fyrstu stökunum og svo vitum við að kemur bænari 0. Svo bara eitthvað drastlana fyrir aftan. Og nú ég að skrifa út öll 10 stökin. En til þess að geta nota þetta á hendugan hátt, þá þetta bara gert þannig að við setjum þetta bænari 0 til þess að bara merkja hér endar það sem við erum að nota í fylkinu. Hvað segir? Eitthvað komment á þetta? Þetta ekki alveg skýrt? Hvað að ske? Við erum með eins og við varum með þetta fyrst. Bjóð til einhver hérna 10 stök og hér fyrst stóð Jóð og N, svo þetta bænari 0 hérna, svo bara eitthvað drasl hérna fyrir aftan. Hér bara eitthvað sem við vitum í rauninni ekkert hvað Ef ég fer í gegnum fylki svona með því að skrifa öll stökin, þá skrifar hún Jóð og N til að byrja með. Svo skrifar hún þetta bænari 0 sem að kemur væntanlega bara út eins og bil, hugsa ég. Og svo skrifar hún draslið sem hér. Þannig að það sem bara verið að gera fyrir okkur með þessi sér meðhöndlum fyrir karatefylki bara það að það verið að hjálpa okkur að þurfi ekki alltaf að reyna að láta þetta líti út eins og þetta sé ein breyta en ekki margar. Og það gert með því að setja þetta bænari 0 alltaf inn aftast. Já, ef ég segi C-át-nafn, C-át-píla-nafn, það sem að C-át eða píluvirkinn gerir, að hann gerir bara nákvæmlega það sem ég sýndi fyrst. Hann bara skrifar þangað til hann finnur bænari 0. Sem þýðir það til dæmis að ef við höfum skilgreint fylki með því að setja ekki inn bænari 0 og eins og segi C-át-píla-nafn, þá bara skrifar hún út og hún bara skrifar þar til hún finnur bænari 0. Þá hættur hún. Hún getur verið komin í næstu breytur þegar hún finnur eitthvað bænari 0. Hún bara lappar á minnið, tekur 1 bæt og skrifar, tekkar, komin bænari 0. Tekur næsta og skrifar, komin bænari 0. Þangað til hún finnir eitthvað bænari 0. Og ef við höfum ekki sett það, þá finnur hún það ekki fyrir bara einhver tíman, við vitum ekki hvenar. Hvað var ég með hérna? Ég er ekki búin með tíman, það? 500 eftir. Þannig að svona leit þetta út til að byrja með að nú ég hef verið búin að nei, ég fór eitthvað bandvillast núna. Ég ætla að fara hérna í 15. október. Ég var í þessu karatefylki 2. Hvað hún að spyrja núna? Að ég búin að breyta þessu? Það eitthvað að ég hef verið með margasta eins eða ekki. Fer út úr þessu. Já, nei, ég ætlaði að vista hana. Já,
Ok, þannig að hér erum við að segja, ég að sýna það að við getum alveg það sem alltaf gert þegar við skrifum út, og það það sem Sjátt að gera fyrir okkur, að hann leitar að næsta bænari 0 og hættir þá að skrifa. Nú, svo getum við gert eitthvað svona, bara þetta í rauninni gera hérna sama hlutin. Ég seti í saman sem 0 til að byrja með, og svo segi hérna, meðan að þetta ekki eftir bænari 0, þá skrifa ég út það sem í nafninu og hækka yfir mitt, þannig að ég bara búið að henda út þessum y++, og sko, þegar við förum í þessar strengjarútínur, þá oft verið að gera einhver svona trikk eins og hér. Hérna, ég ætla að henda út bara það sem hérna fyrir ofan. Skoðum forritið eins og væri bara svona. Hvernig virkar þetta forrit? Hvað þýðir þetta? Væl, nafn af y, það lítur út eins og bull, að við erum að, en það oft verið að gera einhverju svona hluti, við sjáum oft einhverju svona hluti í forritum. Sem sagt, þannig eitthvað skilyrði inn að sviga, sem á að skila trú eða false, eða ekki. Og ef við hugsum aðeins hérna, false, það var, sem sagt, ef við vorum með 0, þá það túlkað sem false, og 0, talan 0 eintómir 0-bitar, þeir sem eru tölvuhugun, þið eru kannski sátt við það, en allavega talan 0 eintómir 0-bitar, og þetta bænari 0, það bara eintómir 0-bitar. Þannig að bænari 0 túlkað eins og false, allt annað, sögðu við, allt annað en 0 túlkað sem trú. Þannig að hérna bara verið að segja að meðan að þetta ekki jafnt og bænari 0, þá skrifa ég út stakið. Og þegar við komum í þess kannski finnst ykkur þetta hálfgerð rugl, ég veit ekki að vera að gera eitthvað svona, en þegar við komum í þess strengjarútínur og þvílíkt sem við verðum að vinna með, þá oft verið að gera einhverju svona hluti. Þannig að ég vildi bara sýna þetta. Skiljið hvernig þetta túlkað? 0 túlkað sem false og bænari 0 bara eintómir 0-bitar, það 0 í rauninni. Þannig að ef það eitthvað annað en bænari 0, þá fer hún inn í þessa lykkju. En ef þetta bænari 0, þá það túlkað sem false og hún fer ekki inn í lykkjuna. Þannig að þetta myndi vantilega skrifa allt það sem í hérna, prófa að þýða þetta og sjá að það kemur ennþá Jón. Þetta þýðir rauninni, ef það sem í stakinu, númer y, ef það ekki eftir bænari 0, þá það vantilega túlkað sem trú og þá fer hún og skrifa það sem í stakinu. Ef það bænari 0 í stakinu, þá það túlkað eins og false og við förum ekki og hérna skrifar út við komandi stak. Hérna, ég segi þetta þá gott í bili og hérna við höldum svo áfram bara fjallum karate, fylki og strengi næst, sem verður þá vantilega á mánudaginn klukkan 9:20. Takk.